FM 95 Blö komin í loftið og eins og alltaf á mánudum og þá situr hann með mér hérna hann Björn Bragi og ég ætla nú bara að byrja að bjóða velkomin Björnsi. Hvernig ertu? Með það ekki? Feskur? Já, þetta lag sem betur fyrir að enda hérna. Já, en þetta lag í efsta sæti á íslenska vinsældarlistanum, veistu það? Já, það skrítið, byrju, okkur heyri ég svona ill í þér, það bara headphone mín eða? Það nú geti ég þurft að fá tæknimanninn því að ég skelfilegur þegar það kemur að þessu borði. Það samt alltaf prófað að fara í hinmækina þarna, ég ætla að tók hvernig heyri ég þar. Smá vesen á okkur í byrjun? Já. Nei, hérna heyri ég ekki heldur í þér. Kannski þetta bara headphone-in. Já, ef það einhver að hlusta núna á FM 95 Blöð, þá með ringja í 511 0957, maður sjá, og segja okkur hvort það heyrist í Bjössa, maður sjá, tala aðeins Bjössi. Já, við erum að prófa hérna mækinn. Getur þú verið að byrja? Er það ekki? Þú voruð einhvað að þetta niður, eitthvað klikk hérna, maður sjá, FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Heyrur í Bjössa? Það er mjög lítið, sko. Mjög lítið, herðu. Við erum, maður sjá, tala aðeins Bjössi. Já, heyrur eitthvað í honum með það? Talaðu? Heyrðu eitthvað í mig núna? Herru, það er háskólaútvarp í gangi þetta, djöðlega gaman að byrja vikuna svona maður. Herru, takk fyrir að hringja, við ætlum að láta það græja þetta. Við skulum fá smá M&M hérna áður við byrjum minna þátt. Þetta er agalegt maður, ég með þess að þvílít feskur og allt að gerast og fyrsta En við tala bara svona hátt, það er allir í mér. Kemum bara hérna og sest í liðna mér. Fáum M&M meðan við látum laga mækin hérna, Bjössa. Það er eitthvað smá vesen á okkur. Basebound hér í FM 95 Blöð, prófa að tala núna Bjössi. Já, nú heyrist í mér. Það er þessi fallega röddin. Takk. Rúnar Róberts á bylginu kom inn og bjargaði okkur. Og þvílíkt legend. Já, þvílíkt legend. Útvarpslegend. Gerist tæknirmaður hérna hjá okkur í örskamastund og búinn að bjarga þessu. Já. Og þetta var þannig takki, sástu, hann var sjálfur í vesinu með þetta. Þannig að það var ekki ég sem var að skýta af mig. Hann kom alveg sko, ég held að hann sé búinn að vinna í útvarpi núna í 60 ár. Já. Og hann var bara, hörru, býtu. Þetta er líka eftir að ég satt í þínu sæti í 3 vikur sko. Eða reyndar er þetta 5 vikur í heildina, þá sko ég mun ekki álasa þér nein mistök sko. Þú veist, ég veit hvað þetta er erfist núna. Sérðu hvað þetta er mikið að takka með það? Þetta er alveg rosalegt. En við þökkum Rúnari kærlega fyrir þetta og ég ætla bara að bjóða þið aftur velkomið því að fólk heyrði nú ekkert í þér að hann. Takk, það var samt gaman sko þegar ég tók þitt sæti. Hvað hérna allir FM-gæðinir voru þolinmóður við mig því að þú varst búinn að vera svo lengi að læra og allt sko. Og þeir voru eitthvað, já, allt í góðu. Nei, ég meina, það tók auðvitað mánuð að læra þetta sko, þannig að það er leiðilegt að þetta taki þig 3 daga. Ég er tækniheftur sko. Ég líka. Og ég hræðist breytingar. Eins og ég vildi ekki á sínu tíma, þá var ég að spá að sleppa bara að vera með digital. Já. Af því að ég bara hræddist það. Hvað vildur vera með? Bara gamla góða afruglegan bara og vera bara með stöð 2, þú veist. Já, einmitt. En í dag ég er með svo komið voddi og allt. Þvílíkur munur. Rólegur. Það geta sótt sér bara þætti sem að mistir af og eitthvað. Það er draumur. Draumur í dós. Það er draumurinn. Við erum hérna með ykkur frá 4 til 6 eins og alla mánudaga og með stórskemmtilegan þátt fyrir ykkur, kæru hlustendur. Það er svo gott að fá þig aftur, veit ég. Já, það ekki? Jó, þú ert bara... Varst þú að sakna mín? Já, mjög mikið, sko. Ég fíla það. Ég saknaði líka. Takk. Það er eitthvað kósí við að sitja þetta frá 4 til 6 með hlustendum. Já, þú ert svo góður strákur. Já, topp inntak. Við erum með netmistnotkunina í dag og það er legend sem lendir í því og það er ekki ólíkir. Nei, það er alvöru legend. Það er alvöru legend, komum betur inn á það hér á eftir. Við erum með sturlaðar staðreyndir. Við ætlum að ræða aðeins, 2 þekkta einstaklinga sem voru að skýta á sig í fjölmiðlum núna í vikunni. Já. Annar getur sjálfur sér kent, en ekki hinn eiginlega. Nei. Hinn lendi í einhverju verstu fossíðmynd sem ég sé á ævi minni. Við getum alveg nafngreint hann það er Frikki Dór, við ræðum þetta betur á eftir. Það var bara eins og ljósmyndarinn, sko. Það er svona hataðan. Já, það var bara eins og Frikki hefði gert honum eitthvað. Já. Við komum inn á það hér, hefur við ekki reyna að ringið á báða líka. Jó. Ringi mig á eftir. Svo erum við með Barnalandið á sínum stað. Við erum með kommentakerfi Devab, lagi á leiðinni heim og ýmislegt fleira. Skemmtilegu þáttur hér framundan. En ég ætla að byrja hins vegar, á ekki að taka slúðrið eftir. Jó. Á ekki að taka það næstu, ekki að fá bara eitt gott lag hérna. Það er eitt sem ég sé áður við fáum næsta lag. Við vorum hættir að ræða Sölva Tryggva hérna. Já. En ég sé að hann hittir Russell Crowe. Já, Sölvi Tryggva sjónsmaður. Já, við völklass. Ég er hérna svona rétt áður að förum í það er svolítið fyndið. Hérna, Russell Crowe er svona komið svolítið nýtt lúk. Já. Og ég þegar ég sá þetta í newsfeedinu hjá mér, þá hélt ég fyrst að þetta veri Sölvi Fannar Viðarsson, einkaþjálfari í völklass. Já. Hann er líka með svona grátt hár núna, svolítið svona bölki, sko. Já, hann er vígalegur hann á Russell. Við séum hvað, hann er líka lítill. Þeir eru bara, nei, Sölvi er nú ekkert svo lítill.
Er hann ekki stærri en við báðir, eða? Nei, það er ekki bara svona meðalstór. Hvað ert þú hár? Ég er náttúrulega stærri en þú, sko. Já, ég veit það. 1,87. Já, þú fórst ekki að segja þetta alveg svona eins og þetta reiður. Nei, þú veist bara eitthvað, hann er ekki jafnstóra við. Já, reyndar, þú ert alveg góð 8 cm hærri en ég. Já, ég meina, þú veist, ég vil alveg fá, þú veist, njóta þess. Já. En myndin rataði hérna beintin og Vísir er að detta svolítið í svona D.F.C. heyrtin á milli. Já. Bara hérna, Sölvi Tryggva og Russell Crowe hittustu völklass. Já, en talandum sko, detti D.F.C. og heyrt sko, hvernig var fréttin á MBL, Ásdís Rán og Sveinn Andri eiga sama ammælisdag. Þetta er semst 7. mest lesna fréttin á MBL í dag. Er þetta 7. mest lesna fréttin á MBL? Já. Að Ásdís Rán og Sveinn Andri eiga sama ammælisdag. 12. ágúst er líflegur en baðfatabomban Ásdís Rán og lögmaðurinn Sveinn Andri eiga bæði ammæli í dag. Og svo er eitthvað svona stjörnuspá eða eitthvað líka, ég veit ekki hvað þetta er. Hvað er það, 13. ágúst? 12. ágúst, þetta er semst í gær. Já, 12. ágúst. Jay-Z vinnur okkur hefur eitthvað þunnu 12. ágúst. Hullum að fá hérna Florence and the Machine, Never Let Me Go. Svo er það slúðrið og fleira skemmtilegt. Never Let Me Go með Florence and the Machine. Ég fíla þess að hljómsveit alveg tællur. Já, ég líka. Geðveika rödd þessi pía. Já, mér finnst það mjög flott. Þið eru að hlusta hér á FM. Hún er í ruglinu. Já, hún er í ruglinu þessi pía, ég er að segja það. Til að hlusta hér á FM 95 Blö á mánudegi, en við erum báðir helferskir hérna strákanir í stúdíónu. Ekki vottur á þingu. Ég vaknaði svo hress í morgun. Ég hef ekki vaknað svona hress á mánudegi bara aldrei áður. Sko, ég vaknaði svona ágæta hress, ég er ógeðslega morgunfúll. Já. Ég hafa með þess að til að berja mig stundum á mótnana. Berja þig? Slá mig. Heimilisofbeldi. Já, bara svo ég vakni. Já, ætla að segja ekki heimilisofbeldi, ég er einn þarna. Þannig, en hérna, ég slæ mig stundum. Don't cry. Já, bara don't cry mig. Nei, ég sagði þér þetta bara, ég hlusta stundum. Hætt að miskilja þetta. Nei, ég var að deila sem er hlustendum. Já, svo ég kom með hlustendum inn í þetta. Þá spurði ég Björn Braga áðan, þegar við vorum bara tveir, hvað var upp á hljómsveitin hans og hann sagði Red Hot Chili Peppers og spurði mig svo hver mín væri. Ég sagði að það væri Nirvana en sem væri líka Guns N' Roses að því að þeir eru búin að fylgja mig lengi og ég var mikill aðdáandi. Svo sagði þú veist, oft á kvöldin þá setjum ég bara lögum svona November Rain eða Don't Cry bara allt eitthvað gett svona. Nei, það eru svona, þú liggur heima hér, þá er ekkert endilega að hlusta á Welcome to the Jungle á sunnudagskvöldi, sko. Nei, en þú veist, en menn er ekkert endilega eitthvað að liggja heima bara eitthvað að hlusta á Don't Cry á sunnudagskvöldi. Ertu grátandi og hlustar á það? Ég er ekkert upp í rúmi bara að maka með súkkulaði. Ég er á netinu eða eitthvað að gera, veist, Hvað ert að gera á netinu með súkkulaði? Nei, veist, ég er bara að tala með að við erum eitthvað heima að stúsast, þá vil ég oftast vera með svona eitthvað rólegt og þægilegt undir. Ég er ekki með eitthvað rock undir. Ok, en þú verður að viðurkenna að hljómar ekkert vel að segja bara, heyrðu, á sunnudagskvöldin þegar ég ligg heima og hlusta á Don't Cry með Guns N' Roses. Ég sagði þetta ekki þannig við, ég sagði ég með þess að hlusta ennþá oft á Guns N' Roses, til dæmis ef ég er heima eitthvað að chilla þá setja ég á Don't Cry eða November Rain. Og það er bara mjög flott lög. Okay. Það er eins og komið að slúðri hér í FM 95 Blö. Sem ekki að ræða þetta meir og ertu tilbúin í góðan slúðupakka? Heldur betur. Ég er nefnilega með að hann er þéttur, spikfeitur. Og er þetta fest slúður? Mjög fest. Beint frá bónda? Já, beint frá bónda og þetta er í fyrsta sinn sem ég kom úr sumafríi þar sem ég er ekki að fara að tala um Kirsten Stewart og Patterson vitleysing. Mjög gott. Já, ég er með mjög góðan pakka hann þar. Ég ætla að byrja á 50 Cent og Kanye West en þeir hafa nú aldrei verið mikli vinir. Fóru til dæmis í eitthvað rifrildi hérna á sínum tíma því að platan er að koma út saman daginn. Fóru í eitthvað veðmál, ég held nú að það allt verið bara eitthvað svona, þú veist, publicity stönd eitthvað. En þeir eru vist ekkert það góða vinni því að núna var 50 Cent að rakka niður kærustun hans Kanye West. Hann er Kim Kardashian, þetta vitið hann og flestir að þau séu saman. Og hann sagði orðurétt, hann sagði að sko, það sem er rusl fyrir sumum er gull fyrir aðra. Ég óska Kanye West til hamingju með þetta. Þannig að það er basically að segja að í hans augum er Kim Kardashian rusl. Já, sagði þetta á Twitter eða?
Nei, hann sagði þetta í viðtali við, maður sjá, hérna stendur hvað blaðið heitir, XXL Magazine. Já, extra large. Já, og þar sem hann var svona rakka niður og þetta var, hann sagði þetta því að blaðamaðurinn var að spurja hann út í nýja lagi hans Kanye sem fjallaði mitt Kim Kardashian. Já, erum við búin að heyra það eða? Nei, það er ekki komið í spilum. Ok. Hlakka til, það verður eitthvað grjótart, en... Þetta er nú ekkert eitthvað rauna eitthvað fyrir. Hann basically að kalla hann, þú veist, rusl. Þú fíla það, ef eitthvað var að kalla konuna hennar rusl. Einhver annar sjónvarpsmaður, Sölvi Tryggva myndi koma bara, já, ég meina, Björn Bragi, sem er rusl fyrir suma, er gull fyrir aðra. Veistu, ég myndi fíla það væri svona fyndið að lesa. Þú þurfir ekki senda hún svona bara, hvað ert að gera þetta maður? Þannig að það er eitthvað svona bíf þeirra á milli. Já. Og svo er ég með meira 50 Cent. Já. Er þetta 50 Cent pakki dagsins? Nei, hann er bara, mér finnst þetta alveg jafn áhugavert, því að ég skil þetta ekki, ég ætlaði reyndar að spyrja þig, hvort styður þau, 50 eða Kanye? Þú veist, þar sem ég hlusta ekkert á 50 Cent og mikið á Kanye West, þá lítið að styðja Kanye West. Já, mér finnst 50 Cent samt svalari. Já, ég er reyndar að sammála því líka. En lögin hans Kanye upp á síðkastöru betri. Ég sé 50 Cent á tónleikum en ekki Kanye. Já, ég líka. Mér langar reyndar hrikalega að fara á tónleika með Kanye West og Jay-Z. Bara sjá Paris, bara live. Veistu, ég stið engan í þessu bífi. Mér finnst það asnalegt. Já, ég sammála þér. En hvað með það? Þetta er kjánulegt. Já, og svo er meira með 50 Cent. En Curtis James Jackson III, eins og hann heitir, hefur lýst því opinberlega yfir að hann er til að taka þátt í sjónvarpsþáttunum Glee. Það var verið að leita til hans eða umboðsmann hans og 50 er til og segir ef hann fær eitthvað skemmtilegt hlutverk, hann er til að vera eitthvað allt annað, hann er ekki að koma sem rapper eða rappari, hann vil fá að leika eitthvað svona krefjandi og öðru í sér hlutverk. Já, því að það er svo mikið krefjandi hlutverk í Glee. Dreftu mikið. Mér finnst þetta bara flott. Mér finnst alltaf svo asnalegt þegar það kemur einhver svona Glee er að eyðileggja tónlist eitthvað svona, þú veist, ég meina þeir með alveg gera sinn sjónvarpsþátt, fattar þú? Já. Þannig ég fíla 50 Cent, sé bara, þú veist, ég meina þetta er ekkert hans cup of tea, endilega. Nei, hann er svona, þú veist, hann er örugglega að missa eitthvað þarna svona grjótharða aðdáendur sem að fíla ekkert að sjá 50 í Glee, sko. Já, ég meina, þú veist, þessi gæði sem voru skjótan back in the days er ekkert eitthvað að horfa á þetta. Nei, en finnst þér þetta góð þætti, Glee? Ég hef ekki horft á það sjálfur, ég hef séð svona 3 þætti. Já, þeir eru á mánudögum heldur mér svo ég plöggið hérna fyrir 22, ég held að sé í kvöld. Já, en þú veist, þetta er, ég meina, þetta er svona krakkasjóið, ekki? Jú, ég segi bara, ef eitthvað er svona vinsælt, þá er greinlega verið að gera eitthvað rétt, af því að þá eru margir sem vilja horfa á það. Já. Þannig að þó ég sjálfur hafi ekki gaman að því, þá er þetta samt. Já, saman hér, mér er ekki að fara að rakka það niður, ég persónulega hef ekki gaman að því. Syngja allt sem gerist og svona, þetta er svo ópera. Já, mér finnst það reyndar geðveikt fyrirbæri að syngja allt og ég væri til í að búa í söngleik, sko. Já. En áður en kveðjum 50 Cent, sko, er allt bara komið í vaskinu? Ég hef bara ekkert heyrt frá honum í mörg ár. Góður punktur, sko. Ég veit að hann er samt ennþá einn ríkasti tónlistarmaður, hann er alltaf á topp 3 eða topp 5 yfir ríkustu tónlistarmenn ársins. Já. Og það er af því að hann lék í auglýsingu einu sinni fyrir Vitamin Water. Já. Og já, fyrir ykkur sem að þekkja ekki þess að sögu, þá var 50 Cent beðinn að leggja í auglýsingu fyrir Vitamin Water, sem er vinsæll drykkur. Og ekki að fá hlut. Já, hann vildi ekki fá pening fyrir að leggja í auglýsingun, heldur bara að fá eitthvað hlut og þá var þetta ekki neitt, þetta fyrirtæki. Já. En svo keypti Coca-Cola á marga milljarða og 50 Cent fekk góðan slurk af því. Já, nákvæmlega. Þannig að hann þarf ekki á að gera pening. Svo er það síðasta slúrið sem að ég geymdi eiginlega the best for last. Ok. Því að þetta, veist, ég er ekki að grínast, mér finnst þetta merkileg frétt. Ok. Veistu hver Ron Moss er? Ron Moss? Já. Held ekki. Nei, það þekkja kannski ekki margir þetta nafn, en þetta er Ridge Forrester í Bold and the Beautiful og er búinn að leika, þann karakter núna í 25 ár og hann er að hætta. Hvað hefur gert ef ég hef bara vita hverju þetta er? Ég hefði sprungið úr hláturleiti. Ok. Eða bara hætt að tala við þið. En Ron Moss, sem að leikur einmitt Ridge Forrester, er að hætta í Bold and the Beautiful. Já. Hann er einn af 3 leikurinn sem hafa verið með þeim frá byrjun. Þættirnir hófu göngu svona 1987 og hann er 60 ára, ég heldur kallið sér vel mann. Já, ég er að fletta honum upp hérna á Google, sko, hann er mjög myndalegur þessi náungi. Já, en eina sem ég spyr núna... Það er gamall refur. Sko, ég horfi nú ekki á Bold and the Beautiful. Já. En, veist, maður datt stundum inn í þetta þegar maður bjóð fyrir norðan og svona, veist, þegar maður er í skóla og annað, þegar maður komst heim á daginn. Já. Hvað gerist þá núna í þáttunum? Því að ég held að allir þættir sem að ég sé geng út á Brooke og Taylor voru að rífast hann. Ég bara veit, ég er ekki samræðihæfur núna, ég veit ekkert hvort tala sko. Nei, ég þurfti að vera með eitthvað góða stelpa á mótið mér núna. Ég veit ekki hvað gerist þar, en hann er allavega... Stelpu, þú ert að vera með konu yfir 50 á mótið þér núna? Já, reyndar, horfir einhver á Bold and the Beautiful? Já, er þetta ekki alltaf eitthvað, þú veist, ef það er hérna
Það kemur eitthvað íþróttamót og það raskast eitthvað dagskráin. Já, það Guiding Light á RÚV, Bold and the Beautiful og Stöð 2. Ok. Allavega Ritz Forrest að hætta, það einhverjir sem gráta það. En þú horfir ekkert á sjónvarpsbauti? Nei, lítið. Það voða lítið. Það heyri það. Það var slúðupakki dagsins. Ég hins vegar of Monsters and Men komin á fóninn. Svo ætlum við að fara yfir 2 einstaklingar sem að hafa, ekkert skítið á sig í fjölmiðlum, en það hægt að gera grína þess allavega. Hér eftir smástund. Og Björn Bragi með ykkur til 6 í dag, en við vorum að ræða á hann við Björsi að það eru svona 2 Íslendingar sem að svona vöktu athygli okkar í fjölmiðlum síðustu viku. Já, heldur betur. Sérstaklega þessi fyrri. Já, sérstaklega þessi fyrri sem við ætlum að ræða. Og það Haukur Harðarson sem nú góður vinur þinn. Já. Og að vinna hjá Ríkissjónvarpinu. Já. Búinn að standa sér reynda frábælega með Ólympíuleikana. Já. Að gjóna það, lýsa körfuboltanum þar og staðið sem prýði. Já. Og fleiri greinum. Já. En hann var í viðtali núna, helgina við fréttatíman. Já. Svona, hann var hann í takt við tíman heitir þetta hjá þeim. Já. Og þar verið að spurja hann út í hérna ýmsu hluti. Já. Og þessi grein sló mig svolítið. Já, veistu, mig líka og fleiri. Við vorum að ræða þetta hérna frammi og það hópaðist að fólk bara sem að vildi lýsa skoðunum sínum á þessu og Heiðar Austmann bara, ég hef bara aldrei séð hann svona reiðan, sko. Nei, sko, Heiðar Austmann, hann getur samt ekki mikið verið að rífa kjart þegar kemur og svona, sko. Nei, en svo líka, sko, þegar Heiðar Austmann verður svona reiður, þá veistu að það eitthvað mikið að. Eitthvað. Ég ætla að gefa hlustundum hérna smá, þetta sem sagt, eins og ég sagði, Haukur Harðarson hérna á Ríkissjónvarpinu. Já, sko, ég held að þetta bara lesa þetta allt. Að lesa þetta allt? Það ekki. Ok, ég ætla að byrja hérna allavega, hann sem sagt spurður, það bara stendur hérna, staðalbúnaður. Þá byrjar hann. Ég kann vel við að kaupa mikið af fötum þegar ég fer til útlanda og þá verður H&M oftur í valinu. Ég samt byrjar að kaupa líka gæða föt sem endast betur. Það passa vel við kaupa fötum fyrir vinnuna. Það þarf ég reyndir aðalega að pæli hvernig ég líti út fyrir ofan mitti. Ég vetla því oft skyrtur og bindi af strákunum í bossbúðinni í Kringlunni. Annars var ég að kaupa mér mín fyrstu Ray-Ban sólgleru og lífið hefur stökkbreyst. Nú þarf ég ekki lengur að píra augun í sumarsólinni. Þannig að líf hans bara búið að stökkbreytast eftir að hann keypti sér Ray-Ban sólgleru. Svo kemur hugbúnaður. Já. Þetta er þetta ekki að besta? Já, ég held það. Já. Hugbúnaður. Þegar við strákarnir viljum fá okkur 1-2 bjóra, tölum við að keks okkur í gang. Kekshostel er upp á staðurinn, endur þess að langflottist í Reykjavík. Mér er líka gaman að fara á Laundromat kaffi. Það er fínasta kaffi og stemming. Þegar ég fyrir út að skemmta mér enda ég oft gegn vilja mínum á B5 eða á kaffibarnum sem er alltaf skemmtilegur. Ég fyrir oft í kvikmyndahús en ég horfi ekki mikið á annað en íþróttaefni í sjónvarpi. Enski boltinn, NFL, NBA. Ég horfi eiginlega á allt sem ég kemst í en nú er það Ólympíuleikarnir sem er á kafi. Þarna talar hann þegar við strákarnir fáum okkur 1-2 bjóra þá keksaði sig í gang. Já. Þetta er skemmtilegt. Þarna hefði ég ráðlagt vini mínum að halda þessu bara fyrir sjálfa sig. Já, það er sko, hann er að tala þarna, hann minnir mig á bara svona karakter í svínasúpunni eða svona í fóstbræðurum eða eitthvað. Já, þetta er svolítið eins og Hilmi Snær í fóstbræðurinn þegar hann var uppáðstæðurinn minn, kaffibærinn, Svo er þetta vélbúnaður. Ég er með rosa mikla græju sem heitir HTC en er alltaf að reyna að Apple-væða mig. Ég á MacBook Air 12 sem ég elska. Hún er fyrsti liðurinn í því að maður getur talist maður með mönnum. Ég fekk mér Instagram daginn og finnst það mjög skemmtilegt forrit. Myndirnar í símanum mínum er sann svo lélegar, ég þurfti að hætta að setja þær inn. Nú geymi ég bara minningarnar í haustnum á mér en skoða myndir í öðrum. Ég á 1400 vini þar inni. Nú geymi ég á 1400 vini þar inni. Á Facebook. Ég eyði allt miklum tíma það líka. Ég er líka hægt og rólega að komast að stað á Twitter en þessir samfélagsmiðlar eru mikli tímaþjófar. Ég hef gaman að tölvuleikjum, aðalega íþróttaleikjum eins og NBA, Tiger Woods og FIFA. Við strákandi fífum okkur alltaf aðeins í gang við og við. Þetta er mjög gott. Nú er þetta búið að vera vinnu lengi. Talar hann svona? Ég kann ekki við að tjá mig hérna. Þegar hann ringir í þig, talar það bara hefði, Björsi, og keks okkur. Eða fífa okkur. Sko, ég held þannig er hann meira að tala æskuvinni sína úr Vesturbænum. Þetta er svona þeirra lingur svolítið. En sko, þetta er svolítið skrítið viðtal, þetta er bara upptalning á einhverjum vörum og einhverju dóti sem hann notar. Já, þetta er ekki viðtal, sko. Nei. Og hann líka, sko, hann er reynda þægilegur svona greinlega fyrir blaðamannin því að hann er með rosalega löng svör við öllu. Já. Hann telur upp allt sem hann notar. Nákvæmlega. Og sko, þetta er komið inn í bara ég á 1400 vini á Facebook. Já.
Og taktu síðasta líka. Aukabúnar. Og ég ætla að telja hvað koma mörg sko vörumerki. Já, er hann að fríbía sig í gang? Er hann að auglýsa þetta eitthvað? Má sjá, það er síðasta, þetta er Haukur Harðarsson á RÚV. Aukabúnar. Ég er búinn að vera að deyta síðustu mánuði og eftir ég farið meira út að borða en menjulega. Ég get alveg vanið mig það að fara oftar á stað eins og tapasbarinn eða fiskmarkaðinn. Við vinirnir erum duglegir í að hittast í hádegismat og þá fyrir við stundum á Hanan í Skeifunni. Ég panta mér oftast bjór þegar ég fer á bari. Corona, Tuborg, Classic eða Keg Special sem er uppáhaldsbjórinn. Þarna eru komin 7 vörumerki bara í þessu svari. Já, og bara á mjög stuttum tíma líka sko. Ég bý í miðbænum en ferðast samt oftast á bíl. Amma mín á bíl sem ég fæ stundum lánaðan. Það er gott samstarf okkar á milli. Það er samt á stefniskrána að kaupa bíl. Það er líka á stefniskrána að fara til Bandaríkjareisu í haust. Ég fór til Dubai fyrra með góðum vinum og það var snillt. Nú langar mér mikið að endurnýja kynni við Bandaríkinu. Ég bjó einu sinni þar. Ég nota rakspíra og rakakrem og legg mikið upp á tannhirðu. Svo var ég skammar daginn fyrir að nota léleg sjampó. Það gengur ekki alveg því ég fer í klippingu og 3 vikna fresti. Ég hugsi takki þeirra ábendingu og fara að kaupa mér rándýr sjampó. Herru, þá var þetta komið. Þetta var viðtalið með Hauk Harðarsson. Eigum við að hringja hann síðan? Já, þú að sjálfsögðu verðum að hringja hann og fá hann til að svara fyrir þetta. Ég vona bara að svara okkur. Já, maður sjá. Þegar við vorum ekki búin að vara við að við verðum að taka þetta fyrir. Tjekkum bara einn að sáðunum. Þetta er, ég þarf bara að spyrja hann hvort það sé að fá eitthvað fyrir þetta plögg, eða hvort hann sé bara að djóka, eða hvort hann sé að gera grín að sjálfum sér. Já, en þú veist, hann leggur rosalega mikið på tannherðin. Haukur? Yes. Sællinu rauti hérna. Blessaður. Blessaður. Björn Bragi hérna líka. Já, blessaður sæll. Við vorum að spá í hérna nú lítið að gera í kvöld. Það var keks okkur aðeins félagarnir eða? Æ, góði besti maður. Ertu búinn að vera í klippingu? Ég veit ekki hvað ég þurfti að þóla undir dagar. Ertu með Ray-Ban gleraugun? Já, nei, það var rigning í morgun, sko. En það er þetta, sko... Það er breytt lífið minni. Líf systir minnar, það stökkbreyttist þegar hún egnaðist barn, en þú fegst þig bara Ray-Ban sólgleru og það er bara nýtt líf. Ódýrlega laust. En ég er sko ángríns, ef þú ert geim, þá er ég alveg til að keksa mig í gang. Já, ég er alltaf til í það líka. Já, reyndar mánudag, ættu við kannski að fífa okkur í gang. Ertu búin að fá að heyra það? Heldur betur maður, þetta grínast. Það er náttúrulega, þetta er búin að vera hræðilegt hérna síðustu dag í vinnunni. Það hefði ekki verið ólympíuleika bara á milljón, þá hefði þetta verið verra. En dagurinn í dag er búin að vera vestur og öllum. Ég get vel trúið að menn eins og Helgi Seljan og Simmi í Kastljósinu sé að láta það heyra það. Já, það eru bara flestir búin að gera það og líka, þú veist, ekki bara hérna, heldur bróðið minn og amma mín Amman er þetta snillingur? Já, hún er það sko, hún er líka að pika þetta upp. Ég held að þú hafi slegið eitthvað með Haukur í að sko nefna fjölda vörumerkja í stuttri grein. Já, og það versta er að ég er ekki á samning hjá neinum. Já, við vorum með þetta að spája hvort það verið að fríbía, fá fría hluti. Nei, hann er bara, ég hef átt að hugsa maður sem áður en ég gerði þetta og ég er einhvern veginn vissi ekki að frétta tíminn með fullri veitingu fyrir því ágæta blaði að væri lesin svona mikið. Það er eins og allir hafi séð þetta. Þetta er á netinu þetta líka. Já. En hérna stendur þú ert búin að vera að deyta síðustu mánuði, hvernig gengur það? Það gengur bara mjög vel. Nei ekki? Jú, það er alltaf að gerast. Það er náttúrulega, eyðilegur ekki fyrir að vera með svona fallegan tankar þegar bara menn er að deyta. En það er hann vel hirtur. Svo fer hann á tapasbarinn fiskmarkaðinn eða Hanan og fær sér Corona, Tuborg, Classic eða Keg Special. Já, fyrir auðvitað það, ég vissi ekki, herri, þú átt 1400 vinn á Facebook, gaman að sjá. Já, það er verður að fá að koma því að framfæri að ég tók það ekki fram í viðtalinn. Ég skoði einhver nokkur eldri viðtal, þetta er alltaf eitthvað söngkonan í Sigur á 1197 vini og alltaf kemur út eins og hún hafi sagt þetta, eða ég. Ok. Og það er eitthvað sem blaðamaðurinn tekur sér besta leyfi og setur Haukur, orðið í munn. Nú skulum við bara vera einlegir, við erum góðir vinnir. Þú ert ofta að tala um hvað þú átt marga vini á Facebook. Segir maðurinn sem það er ekkert sem skiptir meira máli en like á Instagram og Twitter og fjöldi. Reyndar, hann hatar ekkert like, hann bjössi sko. Nei, það er nú íhuga stundum að taka það út myndir að hann fær ekki nóg mikið að like fyrsta korteri. Það er reyndar, ég hef rætt að hér áður í þessu þætti, það er reyndar ógæslega pirrandi og hendur eitthvað inn á Facebook svona, þetta er nú gott. Svo bara, veist, 48 minutes ago, það er 1 like á því. Já, sérstaklega þetta er eitthvað sem þér finnst sjálfur alveg virkilega gott sko. Hvað er ég að gera virkilega? Og svo er eina likeið er Hafdís Sveinsdóttir sem er móðir mín. Það er komið tíma að henda þess út. En við ætlum að hringja þessi, við vorum að stríða það hans hérna.
Já, keksum okkur í gang. Við tekum betra að það, vinnur. Ég hlýt að geta redda líka einhverjum nokkurum fríum bjórum. Já, sko, þú átt inni á keksinu, það er nokkuð ljóst. Já, þú borgar ekki fyrir bjór og keks fyrir bara eftir áramót, sko. Já, ég veit alveg ekki hvað það hefur fyrir mig, segjum. Við sjáum hvað setur. Herri, en þú stóð, ég hrósaði nú líka þetta, við vorum ekki bara að stríða, þú ert bara að standa vel á Ólympíuleikunum. Já, takk fyrir þetta minn. Og takk fyrir góða lýsingar. Horfðum þetta á Evrópska drauminn á vottinu, ég fór að sofa í gær. Það var heldur skemmtilegur þessu þáttur. Hvað er þetta bara eitthvað skjall þátturinn FM 95 Blöð? Bjössi, þú ert eins og að setja þér stand. Já, það var að rífa þig í gang. Herru, gaman að heyri þig, vinnur. Herru, já, takk. Ok, bæ. Ég greiði að búið stíður. Heyrður, hann var bugaður. Já, en Haukur má nefnilega eiga eitt, sko. Hann er alltaf einlægur í öllu sem hann gerir. Já, og toppdrengur. Já, ég veit það og blaðamaðurinn hringir í hann og Haukur bara svarar öllu. Þú veist, hann er bara að svara, þú veist, heiðarlega, sko. Já. Og þú veist, svo kemur það svona hálf misjaflu út, en hann er einlægur í öllu sem hann gerir. Menn lenda oft í klandri þegar þeir eru einlægir. Það er bara þannig, við ætlum að fá hér örstuð skilaboð og svo er það Freki Dór sem kemur á fóninn og það er mitt tengist því að við ætlum líka aðeins að ræða Freka Dór og fjölmiðla upp á síðkasti. Já. FM 957 kynnir Instagram-leik Egils Appelsín. Átt þú góða mynd af ekta íslenskri upplifun? Skelltu myndinni þinni á Instagram og hashtagga hana með Egils Appelsín. Á hverjum degi er mynd dagsins valin og ef þú átt hana, farðu kassa af Egils Appelsíni. Besta mynd sumarsins verður valin 17. ágúst og fær myndasmiður nýjan iPad frá epli.is að verðmæti 89.900 krónur. Nánar upplýsingar á nýrri og frískandi heimasíðu appelsín.is. Vertu með, fangaðu ekta íslenska upplifun með FM 957 og Egils Appelsín. Sumarfjör FM 957 í sumar með Sinalco og Góu. FM 957 verður á faraldsfæti í allt sumar og heimsækir nokkra velvalda staði. Næsta laugardag verðum við á menninganótt í Reykjavík og komum okkur fyrir á Skuggabar við Austurvöll. FM í beinni, leikir, skemmtun, grillveisla og fullt af Sinalco og Góu nammi. Vertu með í Sumarfjör FM í sumar og taktu þátt í gleðinni. Góu og Sinalco í allt sumar. FM 95 Blöð á FM 95. Á að vera ein og öllu slíku því finnst mér þú ekki vera. Í FM 95 Blöð við ætlum nú að ræða við þennan mann og hringi í hann en hann svarar ekki. Ekki bara hringi bróður hans. Jón, hann getur samt ekki, ég væri til að svara fyrir hann. Já, ég væri samt til að heyra í Rikka með þetta því að, já, fyrir ykkur sem er að hlusta þá voru að spája að hringja í Freka Dór því að hann var framan, hann var á fossiðin á blaðum daginn sem heitir Finnur. Já. Og þetta blað fylgir mokkanum, eða ekki? Jú, kemur á 50 dögum. Já, alveg svo alveg svo Monitor. Já. Og já, þetta var nú ekki frásögu færandi nema myndin af Freka Dór hérna framan á Finnur, Finn, eða hvernig sem þú segir þetta. Sko, Friðrik er gullfallegur drengur. Já, topp eintak að manni. Topp eintak, góð gen. Já, og bara myndastrákur. En myndin sem var af honum hérna framan á þessu blaði, það var svona eins og einhver hefði blásið hann upp eins og dekk. Það var bara eins og einhver farið svona í bara ventilinn á honum og hann var allur út blásinn einhvern veginn. En samt ég hitt hann þetta, hann er ekkert, þetta var bara skelvileg mynd á honum. Já, er hann að henda á sig einhver holiday weight eða? Ég þekki ekki alveg, sko, en þetta var einu orðið sagt hræðileg mynd. Já, sko, hálf andlitið á honum, ég sá valla að þetta væri hann. Já. Hann var svona eins og að vera hann spikfeitur og hálf asískur. Sástu það? Augunni hann var einhvern svona pyrð. Var ekki svona að vera stungin af bíflug og hann væri með ofnæmi. Vestaði, mér langar svo að ræða þetta við hann. Já, mér líka. En hann er bara ekki að svara hérna, maður sé. Við skulum prófa einu sinni enn. Ég var að hringja hann hérna meðan að lagið var. Já. Svo hann myndi nú svara. Því að, mér langar svo að spyrja hvort að hann persónulega hefur ánægði með þessa forsíðu, sko. Já, nákvæmlega. Við tekum á þessum. En það er endar... Hann er kannski í ræktinni núna. Já. Þú veist, kannski er hann síðan myndina og... Já, þetta er svona keyrt hann í gang. Já. Svo notir hann segið lingó. Já, en, nei. Þá er það bara jákvæmt. Hann er ekki að svara, já, þetta. En það var ekkert bara á myndina, hann var búinn að setja á sig svona 2-3 kíló. Myndin var bara skelfileg. Já, algjörlega. Það er bara, þú veist, það var svolítið bara eins og hann hefði gert ljósmyndaranum með einhvern mjög slæman grikk og ljósmyndaranum hefði ákveðið að hefna sín. Já, þetta var steikt á allan hátt. Ég var að spá, ég ekki bara fara þá í sturlaðar staðreyndir í staðinn. Jú, gerðu það. Mér líst mjög vel að þegar mér, sko, ég var eitthvað að gera grína þessum lið í byrjun. Sturlaðar staðreyndir? En nú er hann háður hún. Já, þetta er sko... Þetta er tóbakið mitt. Já, ég er að hitta fólk sem er bara, hey, hlakka til að læra sturlaðar staðreyndir á mánudaginn.
Ég ætla að gera þér hérna Ég ætla að gera þér tilbúnar á meðan við hlustum á Justin Bieber, As Long As You Love Me, og því oftast sem ég heyrði að lag því flottar að vera, ég veit að það eru nokkur Þú elskar Bieberinn? Nei. Smá? Nei. Ef þú væri stelpa þá væri skotin í honum? Já, ef ég væri 16 ára stelpa kannski. 14. 16. 14, jú, reyndar. Ef ég væri 14, ég ætla ekki að fara út í þetta eins og. Herru, hérna As Long As You Love Me, Justin Bieber, svo er það Barnalandið og, já, sturlaða staðreyndir. You're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you. Now we on. Það eins og komið að dagskrárlið sem heitir Sturlaðar staðreyndir. Og já, menn fagna allan bæ. Já. Og það sem sturlað við þetta að þetta allt staðreyndir. Og þess vegna, kannski helst þess vegna sem þetta heitir Sturlaðar staðreyndir. Mikið rétt. Ertu tilbúinn? Ég sko búinn að vera bara að bíða eftir þessu síðan þú fórst í frí fyrir nokkur vikum. Glæsilegt að byrja hérna fyrstu. Krakkar sem eru knúsaðir og faðmaðir oft og mikið verða hamingjusamir í framtíðinni. Sturluð staðreynd. Kemur mér ekki, bara nákvæmlega ekki neitt óvart. Nei, þetta pínu segir sér sjálf, það basically verið að segja að þeir sem... Það einmitt það sem svo sturlað við. Já, þetta bara þeir sem finna fyrir ást verða hamingjusamari. Já. Eða ekki svona... Þess vegna einmitt, hefur þú verið óhamingjusamur í vetur? Nákvæmlega, hvenær ég verið óhamingjusamur í vetur? Það var svolítið óhamingjusamur í vetur, síðasta vetur. Alls ekki. Jú, maður er lást heima hjá þér og hlusta á Don't Cry. Nú er ég hættur að segja hvað lög ég hlusta á. Ég er mjög hamingjusamur þó ég hlusta á Guns N' Roses, Don't Cry og November Rain. En ég var endur ekkert mikið faðmaður í æsku. Jó, ég lík því. Það held ég. Já. Ég heldum áfram. Næsta sturlaða staðreynd. Fólk getur dáið úr stressi. Shit. Sturluð staðreynd. Já, svo stendur hér að það er hjarta sem gefur sig. Er það ekki svona, þú veist, maður les alltaf eitthvað svona gæja í, Suður Kóreu sem er búinn að spila einhvern tölvuleik í einhverjum arcade í svona 50 klukkutíma? Já, bara búinn að drekka Red Bull. Já, hann er örugglega deyr úr stressi. Já, spáði í því samt sko, og nú er ekki að fíblast þannig, það er tölu menn sem að bara gleyma að borða og þeir skýta mikið í sig að því að þeir tíma ekki að fara frá tölvuskjánum. Shit. Myndunar. Sverrir Bergman? Nei, hann var nú aldrei svona slemur. Hann þreif sig og borðaði. Hann var vagleik. Svo sjúkar á sig. Svo er það næsta. Brjóstin á konum með það sem heilla karlmenn mest við líkamæður. Sturluð staðreynd. Ég reyndar ekki sammála þessu. Nei. Það er hjarta, nei. Það er hjá mér hérna, ég er en ass-menn, frekar en heldur en hitt, sko. Þá er það næsta, talandi brjóst. Geirvörturnar á höfrungum í rassinum að þeim. Hvers konar þáttur er þetta hjá þér? Býtu hvað? Þetta er bara brjóst og rassar og geirvörtur á höfrungum og eitthvað? Ég meina, hvað er ljótt við geirvörtur á höfrungum? Þetta er bara, þar geirvörturnar á þeim. Það er í bossanum að þeim. Það er skrítið. Já, og... En býtu hvað, þú veist... Kálfarnir setja oddinn þar inn til þess að sækja mjólk þegar það er að gefa, stendur hérna líka. Það er svolítið skrítið. Já, var þetta að miskilja það. Já. Svo er það næsta, það eru efni í súkkulaði sem hjálpa gegn þunglindi. Sturluð staðreynd. Ok. En samt sko verðast ekki sumir þunglindi kannski að því að ég dói mikið af súkkulaði. Er þetta ekki svona tvírætt? Ég held sko að þú verður mjög ánægður að því að borða súkkulaðið, en þú verður ekkert sérstaklega ánægður þegar þú sér afleiðingarnar. Já. Moment on the lips, forever on the hips. Og meðan þú ert að fá efnið beint í þá ertu mjög happy. Já. Svo hættir efnið að virka, þetta er svona svo eiturleg bara. Svo reyndar líður mann alltaf svolítið illa af þú veist, ómiklu nammi. Já, ég get alveg vottað það. Já. Svo er það næsta, höfrungar pynta sér til skemmtunar. Sko málega, ég er að komast að því að höfrungar, alltaf meira og meira, höfrungar eru ekkert jafn krúttlegt dýr og ég hélt. Því að ég var með sturlaða staðreyndin í síðustu viku það að þeir eiga til að ræna, sem sagt, karlkyns höfrungar ræna stundum kvenkyns höfrungum og geyma þeir bara, fela þeir, sem sagt, taka þeir frá fjölskyldum sínum og börnum þar til að þeir vilja sofa þeim. Já. Þannig að svo er það líka pynta sér til skemmtuna, þannig að höfrungar eru bara villidýr og viðbjöður. Já. Svo er það næsta, það er bara svona sem maðurinn næst. Ef einhverjur höfrungar eru að hlusta, þá bara, þú veist, við erum ekki að meina neitt illt með þessu. Nei, en aðeins var það að rífa ykkur saman í andlutinu. Já. Svo er það næsta, ef það hreyfist ekki, þá sér froskur það ekki. Og ef hann sér það ekki, þá getur hann ekki étið það, stóð líka annars strax eftir. Ó, þetta er eins og einhver gáta. Já, en þetta er samt, þetta er gott sko. Þetta er mjög góðar sturlaðar staðreyndir. Já, ég til dæmis vissi ekki að ef það hreyfist ekki, þá sér froskur það ekki. Já. Þannig að ætli sjón hjá frosk sé svona eins og predator. Mástu ekki að dreina? Þegar það er allt svona gult og svona hreyfist. Já. Þannig að hann sá bara þegar það hreyfist. Veit ekki. Nei, ég er búinn að spá hans meira í þessu. Svo er það næsta. Apple og meiri pening en bandaríska ríkið. Sturluð staðreynd. Já. Það er ágætt.
Ég fór í Apple-búðin út í New York, hún mjög flott. Á, til hamingju. Takk. Svo það næsta, 80% af öllum kattareigendum eru konur. Aðeins 20% kallmenn, sturlu staðreynd og mjög góð staðreynd. Já, góð staðreynd. Ég kem mér ekki á óvart. Það alltaf, kötturinn svolítið meira konan. Crazy cat lady. Já, nákvæmlega. Þú heyrði aldrei crazy... Cat man. Nei, ég hef gert það. Svo það líka cat lady í Batman. Já. Svo það næsta, cat woman. Já. Þú getur farið í vinnu... Nei, já, hérna þetta. Þetta líka góð sturlu staðreynd. Okay. Þú getur farið í vímu af því að reykja gulrætur. Sturlu staðreynd. Já. Maður hún helviti langt leitu þá. Bara hvað ertu að gera þetta? Það ekki heilsusamlegt. Hvað segir þau? Heilbrigð víma? Já, ég að segja þú veist svona... Gulróta víma? Ég að reykja gulrætur hérna. Þú veist það svona eitthvað náttúrulegt það? Þú veist, ef ég væri lögga, ég myndi alltaf aldrei handtaka mann fyrir að vera að reykja gulrætur. Já, ég væri til í að sjá svona forvarnarherferð svona á toppnum án þess að reykja gulrætur. Já, og svo svona en samt, sko, að þú hugsar út í það. Við reykjum ekki gulrætur. Þetta alveg svo að segja bara, hvað það því að ég geta svo eppi? Þetta bara sama. Já. Að þú hugsar út í það. Svo það síðasta sturlaða staðurinn dagsins, líkotun á því að deyja á hlátri 1 á móti 15 milljörðum. Hvorki meira en ég minna. Þannig að það er ekki mikla líkur á deyju og hlátri. En það hægt. Helmingslíkur á einhver í heiminum deyju hlátri. Já. Okay. En samt að við potið gestfest það eru til líkur á því, ekki? Það eru einhver að deyja núna, þetta er svo skemmtilega þáttur. Já, fáum talandi skemmtilega þátt, fáum auglýsingar og svo er það Barnalandi. Ertu með það tilbúið? Já. Tónlist.is gamanferðir Vá og FM 957 ætla að bjóða þér á tónleika með Lady Gaga 7. september í London. Skráðu þig í pröfuáskrift á tónlist.is og þú ert komin í pottinn. Mjög einfalt og engar skuldbindingar. But if you're not having a good time, I don't give a fuck. Tölvurnar okkar eru tilbúnar í hvað sem Komdu við í verslunum okkar og fáðu öfluga fartölvu með 3 ára ábyrgð. Verð frá aðeins 109.900 krónum. Ný hér í Borgartúni og Kaupangi. Árið 1909 gastu ekki leyst krossgátu. Það skiptir þig engu máli. 1909 skiptir þig máli. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909 Þrefaldur, pottur. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Það öll lögin fjalla sambandslit. Já, hún er eitthvað vesen á kærastanum. Já, er hún búin að vera mikið í þessu? Ég veit það ekki, ég hef aldrei lesið neitt um það og ég er nú svona slúður kongur. Já. Ég hef aldrei lesið neitt kærasta sem hefur farið eitthvað illa með henni eitthvað. Takmarkaðan áhuga á henni? Ég er ekkert að huge fan en hún á ágætis lög. Já, einmitt. En það er eins og komið núna að dagskrálið sem heitir Land of the Children. Já. Eða hvað er að gerast í Barnalandi? Getur við kallað hann Children of the Corn? Það er bíómynd sem heitir Children of the Corn. Þess vegna sagði ég það. Já, ok. Herru, hérna, það er, hvað stendur hérna? SNSL. Já. Er notendanafnið á þeirri sem að er með fyrsta topikið í Barnalandinu. Fyrir ykkur sem er að heyra þetta í fyrsta sinna, þá er þetta allt sem við erum að fara að lesa upp núna tekið beint af Barnalandi. Já, og það er að glápa í matarkörfur í bónus. Ok. Og ég ætla bara að afsaka orðbræði hérna fyrir hönd SNSL, en hún segir: ætli einhver hafið rungað sér yfir minni körfu áðan. Jesús. Ég vona það svo heitt og innilega. Fór í bónus með afleggjaranum, var sko að kaupa eftir innkaupalista en var næstum búin að bæta öllu óholl í heiminum við. Sé innilega eftir að hafa ekki keypt frosið snitsel og pítsur. Keyptum ostapopp, kók, eplasíter, ríbena, 2-pakk af Sunlolly, rískúlur, bónus, kökumix, Betty Crocker krem, kökuskraut fyrir 700 krónur, Ritz-keks, ost og vínberjapóka. Og mjólk, rúgbrauð og handsápu. Stelpan mín er samt mjó, svo kannski var öllum sama. Hvað segir þessu? Ég bara, hvað er hægt að segja? Fyrir utan orðbræðan í byrjun sem að mér svona steikti á henni. Já. En hún var sérst með dóttir sinni þarna. Já. Á Vestla. Og svo kommentar einhver Þetta er ekkert, þú veist, þetta er ekkert svona hollasta matarkarfa sem ég heyrt þú ert að versla fyrir barnið þitt, sko? Nei, en þetta er ekkert óhollast eldur, en svo segir einhver: öllum er sama af því barnið er mjótt. Svona gefa til kynna, sko, að ef einhver sem er feitt barn að versla, þá sé allir á svona glápa í körfuna. Hvað er þess að fara að láta hún í barnið? Ég þekki þetta ekki, sko. Nei. En svo er reyndar að fyndið, sko, því að hún telur upp allt þetta, hún er ostapopp og kók og eplasíter, svo setur hann í
sviga. Ekkert að þessu var sykurskert. 2 pakk af Sunlolly og eitthvað. Stolt að því, hún er rebel. Já. Ég ætla bara áhald. Hrískúlur og ég veit ekki hvað, Betty Crocker og eitthvað. En hún segir, hún sér innilega eftir að hafa ekki keypt snitsel og pítsur. Það er ekkert að hollasta heldur sem hún finnur, sko. Nei, hún er að segja það. Hún vildi kaupa bara óholt. Já, en þá átt hún ekkert að sé eftir að hafa ekki keypt, pítsa er óholt líka, sko. Já, hún hatar líkama sinn. Já, þetta er eitthvað. En gerir þú, ert þú að horfa hún í körfunar hjá fólki? Þegar ég er að versla? Já. 0. Já, sama hér. Ég hef aldrei gert það. Er einhver í því, eða? Þú veist, þess vegna tók ég þetta topic. Ég var að versla það fyrir minn. Nei, mér gæti ekki mér saman. Nákvæmlega. En kannski er þetta, ef maður færi að gera það, þá myndi maður kannski sjá, herðu, já, ég væri til í þetta. Já. Ég ætla að prófa þetta, ég er endur að fara út í búðu eftir, ég ætla að prófa þetta. Ég ger þetta á veitingastöðum. Sko, þú veist, ég er ekkert eitthvað góna, en maður svona kannski lappar inn á borðið sitt, þá svona kíkir maður þessi kringu sinni, já, þetta er girnilegt þarna. Ég þól ekki þegar ég fer á veitingastað og panta mér eitthvað. Ég fær svona valkviði fyrir ítalskan stað, á ég að fá mér pasta, á ég að fá mér pizzu, á ég að fá mér steik, og svo pantar einhver sem er með mér, þar sem að hann panta sér girnilegna mitt, þá er ég að... Það er óþólandi. En ok, áfram með barnalandi. Herru, Monsu Pons. Já, Monsu Pons hefur verið áður hjá okkur. Já. Ég kannast við þetta nafn. Er þetta ekki þú á barnalandi? Jó, ég kalla mig Monsu Pons. Monsu Pons. Til að bjarga lífið mínu, sko. Þetta, þegar ég var að finna þetta á hann, þá var ég að borða og mér leið mjög illa. Ok. Eyrnapinna slís heitir þetta. Já, byrjar. Lendi í því í gær þegar ég var að þrífa úr eyrunum að rekast harkalega utan í pinnan svo hann stakst vel langt inn í eyrað. Er ekki beint með verki en ég finna að eitthvað er eins og á ekki að vera og svo blætti úr eyranu í nótt. Er nokkuð að þetta gerir þessu á lækni? Á mann ekki bara að harka það af sér? Þetta er ekki fyrsta sem að fólk er að leita læknisráða inn á barnalandi. Fólki á barnalandi, það er sko trúir ekki á lækna. Það fer enginn að á spítala held ég. Þetta er allt bara eitthvað svona, herru, jæja, best að spurja vinkonum minna reyndinni. Já, þetta er nefnilega sér samfélag og það er leysa bara vandan sín og milli, sko. Það er svona, veist, vikur er býstun, það komi bara allt í einhver að segja bara, herru, ég myndi ekki að vera til læknis, láttu bara blæða úr þessu. Já, nákvæmlega. Þetta hætti fyrir rest, sonur minn lendi í þessu og hann er fínn í dag. Já. Næja, en greið, mitti sér á eyrnapinna hann. Herru, svo er einn hérna, eða ein, hún heitir Da Silva. Ok. Og topikið er Gay Pride og börn. Já. Og hún segir, við kallinn vorum að rífast innan gæsalappa þetta. Ég sem sagt segi að ef dætur okkar myndu vilja fara á Gay Pride, þetta er sem sagt 11. ágúst, þetta er væntanlega á laugardaginn, eða ekki? Já. Jú, já, þetta er á laugardaginn. Þannig að sérst fyrir Gay Pride. Ég sem sagt segi að ef dætur okkar myndu vilja fara á Gay Pride, að þá myndi ég glöði leyfa þeim það og fara með þeim. Hann aftur á móti myndi segja nei, því honum finnst þetta ekki við hæfi barna. Hann segir samt ekki að það var neitt á móti samkynhneigðum, en honum finnst Gay Pride bara að vera einhver svona sýndarmennska fyrir samkynhneigða og ekki fyrir börn. Ég held eins og að börn hafi bara gaman að því að sjá fólkið í göngunni í öllum þessum búningum, hlusta á öll tónlistaratriðin og þar fram eftir götunum. Við getum ekki komast að samkomulagi hvort ég ætti að leyfa stelpunum mínum að fara með eða ekki. Hvað finnst ykkur? Já, þetta er náttúrulega bara bull. Já, er það ekki? Já, ekkert sjálfsagðara. Ég er sammála því. Þetta er engin klámsýning hérna, sko. Nákvæmlega. Ég reynda fór að sjá Gay Pride í fyrsta skipti fyrra. Ég hafði aldrei mætt að náður, sko. Ég hafði oft séð frá þessu og eitthvað svona, og þú veist. En ég mætti þannig í fyrra. Og það er bara gaman af. Já, þetta er alltaf stemminga og svolítið leiðilt við núna, en ég fór ekki inn, ég hef oft kíkt. Fögur nokkur hommar út í sjó, það er svolítið erfitt að veiða þarna upp úr. Í vondaveðrinu. Já, hérna, þá er það léttur fimmtudagsþráður fallega kallmenn. Ok. Og þetta er heldur betur langt, hérna er bara, sem sagt, það er hostarigla sem að spyr. Þetta kom inn 2. ágúst og er búið að vera í gangi núna í einhverja 2 vikur að það. Já, margir að taka þátt. Já, hvaða karl finnst ykkur heitastur af frægu Hollywood-stjörnunum? Ég er með veikan blett fyrir Ryan Gosling eftir að hafa hort á Crazy Stupid Love. Og svo er bara náttúrulega endalaus upptalning, sko. Hérna segir einn Tom Hardy og Simon Cowell segir einn. Ég veit nú ekki alveg hvað hún var að reykja. Já, Simon Cowell. Gerard Butler, Daniel Craig kemur hann inn. Það er alltaf sömu nöfnin. Bruce Willis er ástin mín eina, segir Halakartan. Já. Og svo, já, þetta er svona Clooney, Edward Norton fær hérna atkvæði. Segir Gyllenhaal, ég er ekki að sjá Brad Pitt hérna samt, sko. Nei, svo fær Simon Pegg atkvæði. Nei, það er bara eitthvað grín. Já. En svona, hver finnst þér, þá er ég ekki að tala kallmann heldur kona, hver finnst þú svona heitasta leikonan í Hollywood ef við færum í sömu spurningu? Nú hefði ég þurft að fá að hugsa, sko. Það máli. Fyrsta sem kemur upp í hugan er
Byrju, segð þú fyrst. Cheryl Cole, finnst mér, hún reyndar ekki leikona. Já, hún bara með svo ljótt tattoo, það eyðileggur. Já, alveg skelfilegt þarna á löppinni. Já, ég segi hún rosa huguleg. Ég segi Leighton Meester í Gossip Girl. Já, þarna ljósara. Dökkara, sem ljósaði líka gullfalli. Þetta var Barnalandið og það endaði í virkilega djúpum samræðum hérna hjá okkur Bjössa. Fallegt fólk. Já, við ætlum eins og að fá núna, þetta held ég uppáhaldsslagið mitt í dag. Já. Það með Warrior. Nei, þetta heitir Warrior og er með Outlandis. Ríkala flott lag hér á ferð og já, hlustið. What are we to do? Warrior með Outlandis. Skilja hugulegt lag hér á ferð. Það styttist hér í að við förum í dagskrárlið sem heitir netmisnotkunin. En áður fyrir menn þá, það sló mig nú ekki beint, en ég að sjá hérna mbl.is að, það er einn uppáhalds íþróttakonun okkar. Já, það er einn ólympíufari sem þarf að skila gullinu sínu. Já. Og það er Nadzeja hvað heitir hann? Nadzeja Ostapchuk P-C-H-U-K Ostapchuk. Þetta er borður fram Ostapchuk. Það er eitthvað þegar að segja það. Þetta er bara svo nafn á einhver ostapop eða eitthvað. Já, þetta er svona eins og eitthvað svona snakk. Já, svona cheesy puffs sem að Kartmann vill alltaf. Já, en allavega Nadzeja Ostapchuk sem fagnaði sigri í kúluvarpi kvenna ólympíuleikunum í London hefur verið svipt gullverðlaunum sínum eftir árið uppvísa steranotkun. Já. Og ég held að sé engin hissa. Það bara gengur myndavinn á netinu allt Facebook sem hún tvífari Hansa Bjarna hérna íþróttafréttamanns og þau eru reyndar hrikalega lík. Já, sem ég veit ekki, ekkert sérstaklega gaman fyrir Hansa Bjarna. Já, svona meira fyrir hana, veit ekki, leiðilegt fyrir hana. Því hann kallmaður hann Hansi. Leiðilegt fyrir bóða Já, hún lítur út eins og gaur frekar heldur en að Hansi lítur út eins og kona, ef þú hugsar út í það. Hansi er með samt kvenlega fegurð. Já, svona, þau eru samt svona ángríns, þau eru nákvæmlega eins næstu. Þau geta alveg verið tvíburar. Þetta er eins og Hansi með mjög ljóta klippingu. Já, þetta er eins og Hansi myndi safna svolítið að hári. En Ostapchuk náði í einu gullverðlaun Hvíta-Rússlands í frjálsum íþróttum. Hafði betur gegn Valeri Adamsson á Nýja-Sjálandi. En nú er eins og komið í ljós og hún beitti ólöglegum aðferðum þessi stelpa. Þetta er nú meira bara eins og skessagreið. Hvað er hún gömul? Ég er að finna það hérna. Já, stendur nú ekki. Jó, byrju. Ég með þetta, hún er fædd 1980, hún er jafngóðlega þú. Já, ok. Hún er 31 árs. Já, hún lítur nú vel út með aldrei þá. Það virkar yngri en ég. Finnst þér það? Nei, ég finnst hún ekki það, ég ætla ekki að fara að gera neitt meira grína Ostapchuk hérna, en þetta er ekki hugguleg konar, Nei. En örugglega skemmtileg. Hún er rosa skemmtileg, veit ég, Já, svona barn sem aðeins móðu getur elska. Þetta er rosalegt útlit á henni, Já, þetta er skrítið. Það er ekki eins og sé að hlusta samt, en ég veit ekki, það er alltaf svona pín í maður þegar maður eitthvað. Þátturinn er sendur út í Hvíta-Rússlandi líka, ekki? En þetta er samt, hversu vandræðilegt er þetta og leiðilegt? Spáðið að vera búin að vinna gull, búin að fagna öll fjölskyldan í skíjónum, bara þú veist alveg með þetta. Svo varst að skíla gulluna því þú varst að svindla. Það er ömurlegt. Þetta er viðbjöður. Já. Það er glatað. Já, ég held að þetta og gríski, hvað var það ekki, hástökkarinn eða þrístökkarinn, þannig að stúlka sem að twittaði rasisma réttur ólympíuleikanum og var hent heim. Veitu, hvað var það eiginlega? Það var stelpa sem var að keppa fyrir Grikkland á ólympíuleikunum og var með rasisma á Twitter, var eitthvað að tala um það er einhverjar flugur, moskítoflugur núna í Grikkland að gera allt vitlaust. Hún var skrifaði eitthvað okkur stingi ekki bara viðbjöðun sem að heimamenn sem koma frá eitthvað, þetta kom frá Afríku og orðaði eitthvað svona viðbjöðslega sem ég vil ekkert hafa eftir. Flott fyrir henni. Já, henni var hent heim. Hún var komið til London bara og var að fara að keppa á ólympíuleikunum, búin að taka sér frí í vinnunni og allir hressir. Nei, hendi einhverja Twitter-fæslu bara þarna á einhverju kaffehúsi og mjög sjúkt. Heim með þig. En allavega þá veit ég það, Ostapchuk er búin að skila gullinu. Við ætlum að fá lag sem ég ætla að hafa. Hún er ekki búin að skila Ostapchukinu sínu. Nei, bara gullinu sínu. Ég ætla að setja lag sem átti að vera lagið á leiðinni heim, en svo langar mér svo að heyra það bara núna. Ég ætla að finna eitthvað annað lag sem verður lagið á leiðinni heim. Það líst mér á. Það er ekkert að þessu lagi. Þetta er Coldplay með Fix You og á vel við á mánudegi. Það er einhverja hækka í þessu. Fix You með Coldplay. Svona eitt af þeirra betri
lögum að mínum mati. Strákarnir í Coldplay top formi. Já, hvað, var ég alltaf rólegur hérna fyrir FM. Já, það er að FM að upp. FM að upp, það er eins vegar komið að dagskrárliði núna hjá okkur Bjössa sem að kallast netmisnotkunin. Já. Og já, ólíkir og fleiri án oft lent í henni. Já. En það er hins vegar... Hann hefur nú verið frí í sumar samt. Já, hann hefur ekki fengið, hann er orðinn svo mikill pluggari. Já. Ég held að hann er byrjað að passa sig eftir að við fórum að taka hann í gegn, sko. Já, nú pluggar hann bara. Já, nú pluggar hann bara, sko. En það er hins vegar komið að manni núna sem er að fara í sína jómfrúarferð netmisnotkunar heima. Já, hann hefur aldrei verið hér áður og er hins vegar með frægar Íslendingum og heitir Páll Óskar. Já. Þetta er, ég tók eftir þessu sko strax eftir þjóðhátíð og ég ræddi þetta aðeins hérna í síðustu viku en ég fór ekkert yfir þetta, ég var svona eiginlega að bíða eftir þér því þetta er svolítið okkar deild. Já, nákvæmlega. Við erum inn á Facebookinu hans Palla núna. Já, og sko, við skulum taka fram strax að þetta er ekki beint svona, þetta er ekki venljú prófíl, þetta er bara like síðan. Já. Hann er svona með svona fan prófíl, sko. Nákvæmlega. Og hann er eiginlega bara eini Íslendingur sem pólar einhvern alvöru svoleiðis prófíl. Hann er með 23.355 like. Já, sem er slatti, sko. Sem er slatti. Ég sé til dæmis að hérna er, ég meina, hann er líka svona eini Íslendingur sem er eitthvað að nota þetta viti, fattaru. Hann er virkur. Já, en það er samt margt skrítið hérna. Þetta er náttúrulega Facebook síðan, svo hann er mikið hann inni. Já, nú er ég bara að segja frá síðinu, það er náttúrulega fullt, nú tökum við þetta alveg fyrir, sko. Já, til dæmis eins og hérna, hann setur mynd af sér hérna inn, sko. Hann er líka svo eini, já, við ætlum að ræða hérna. Hérna setur hann mynd af sér, svona sem hann að gretta sig, sér það hann að hérna. Með augun, hann er með svona varirnar lokaðar. Já, akkurat. Já, svona ágætis gretta þannig séð, ekkert spes. Herru, hún er með 376 likes. Já. En það sem slær mig við hana er að hún er með 154 shares. Já. Það er yfir 150 manns sem hefur farið þarna inn og bara þetta er góð gretta. Já, ég er að deila þessu á mínum vegg. Og sharear þessar mynd. Já, þetta er magnað, sko. Það sem við erum eiginlega að taka fyrir hérna er hvað fólk dýrkar Páll Óskar. Já. Það er geggjað, sko. Já. Hérna setur hann mynd af hérna gömlu vegabréfi. Já. Sem sagt, frá því hann er 20 eitthvað svo leið, sko. Þetta er ekki mikið breyst, sko. Nei, hann er alltaf unglegur. Já. Þetta fær bara 922 like, 82 komment og reyndar ekki nema 5 shares. Já, 922 likes, það er ágætis árangur. Já. Svo er hann hérna með aðra mynda sem hann svona kýlan með nefan svona út. Já, já. Netflippuð mynd. Já. Og já, þetta er ekki með nema 170 likes og 113 shares. Já, það eru shareinn sem eru svo skrítin, sko. Ég sé hann í sömu skyrtu þarna og á myndina það sem hann að kissa. Þetta er greinilega sama myndataka. Já, ég ætla að vona það. Já, eins gott hann sé ekki sömu skyrtu tvisvar. Já, það væri bara fáránlegt. Það væri fáránlegt. Þetta er náttúrulega Páll Óskar, fashion icon, sko. Svo sko í kringum Gay Pride núna, þá náttúrulega er fólk alveg, þá lækar fólk, sko. Og hérna postar hann sko mynd af bílnum sínum, eða vagninum sem hann verður á. Segir, jæja elskurnar, þetta er framhliðin á trukknum mínum þetta árið. Og svo eitthvað svona hérna, bara allir að kíkja og gleðilega hátíð, homar, lesbíur, tvíkynneir, transgender, ættingjar, vinir og velunarar, ekkert nema ást, sing in the rain, sjáumst, Páll Óskar, XOXO. Herru, það er ekki nema 1083 like á þetta. Þetta er, veistu, ég verð bara að tjella sér þú, sko. Hann er alveg með þetta. Svo postar hann aftur, sama dag. Takk, elsku Ísland, fyrir að sína stuðning ykkar í verki, líka þegar illa viðrar. Eitthvað svona þetta. Meðast geðveitt gaman upp á þessum trukk og takk, elsku fólk. Bara svona, skemmtileg kveðja frá honum. Það fær ekki nema 1640 like, 97 komment og 97 komment og 96 shares. Já, það fær meira en framhliðin á bílnum. Já. Þetta sé alltaf sama liðið sem er að læka. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, 0,5% af þjóðinni þannig, sko. Já, þetta er rosalega mikið. Svona, ok, nú er netmisnotkunin svona mögulega að vera búin hérna. Ég ætla bara upp á Ganni, ég nefnilega kíkti ekkert á hann. Já. Það sjá hvað Óli gerir við okkar, hvort hann sé eitthvað að gera. Hann býr náttúrulega innri en Njarðvík í Gullbringasýslu, hvað sem stendur hérna. Já, ég hérna, líka sko, Páll Óskar er eini svona, þú veist, listamaðurinn, eða svona þekkti einstaklingurinn, sem fær svona mikið að lækum út á, þú veist, svona að segjast þeirra spil einhverstar. Já. Hann segir eitthvað, já, ég verður með tónleika þarna, eða við ætlum að koma fram þarna, og það eru bara mörg hundruð like. Þú veist, aðrir frægir íslenski tónlistamenn, þeir fá ekki svona viðbröð, sko. Sko, Óli Geir smelti fyrir 4 tími síðan. Hvað smelt hann í? Óli Geir með. Nýtt átak var að byrja og gettu hvað? Ég er búinn í ræktin í dag. Djöfull er það næs. Manna að skellaði líka. Broskall. Það kom inn fyrir 4 tímum og hann er ekki nefnum 10 likes á þessu. Hann er eitthvað að missa
missa statusinn sko þarna. Hann svo aggressífur en samt vinalegur. Já, Semi Sam. Manna skella þér og broskall samt. Semi Sam segir hérna, haha, varst svona í 5 inn. Þá kemur Óli Geir, ekkert svona. Upprópunarmerki, 2 likes á það. Já, svo er það bara eitthvað að plugga. Nei, þú verður að fara inn á hann. Hérna er hann með 21 klukkustund. Ég og hugmyndabókin mín að bíða eftir flugi til Íslands. Þegar svo beint ég að framkvæma allt sem fyrir bókina. Það bara svoleiðis. Sérðu myndina sem við þetta? Þetta sko... Hann liggur þarna. Já. Ég veit ekki hvort það sé nakinn með eitthvað svona hvolpasvip. Já. Liggur á hendinni. Það er svona eins og að sé vera að opna regnhlífinn í rassinum á hann. Sérðu, hann er svona... Þetta er rosalega shit, sko. Já, enda hann fæ bara 4 likes á þetta. Já, fólk í sjokki. Greið kallinn. Já, hann er sexy and thinking. Já, ég myndi án gríns frekar degi hann að setja svona myndameladinn. Já. En, þetta er bara Óli, hann er nettur. Þetta er Óli, vinnur okkar. Já, svo hann var að spila í Danmörku greinlega. Já, allt að gerast. Já, maður sjá eitthvað í lokinu og eitthvað. Við þurfum að fara að heyra í honum bráðum og heyra eitthvað í sumar. Já, hérna, hann har postið 9 myndum af, hann har postið myndum af nýja húsinu sínu. Hann var bara að köpa sér höll drengurinn, sérðu það? Rísa hús. Já. Kærast hann hérna, búin að velja sér herbyggi. Bara eftir að setja barnarúmið þar inn. Það er allt að gerast. Nei, þetta er allt að gerast hérna. Þetta var netmisnotkunin þennan, mánudaginn, Páll Óskar og, Óli G fekk smá. Já, þessi myndrindar, ég veist að mér langar að hringja hann, við skulum ekki gera það. Þessi mynd er alveg í bullinu hérna á hann, sko. Já, það má ekki taka hann út. Nei. Fáum auglýsingar. Sumarfjör FM 957 í sumar með Sinalco og Góu. FM 957 verður á faraldsfæti í allt sumar og heimsækja nokkra velvalda staði. Næsta laugardag verður við á menninganótt í Reykjavík og komum okkur fyrir á Skuggabar við Austurvöll. FM í beinni, leikir, skemmtun, grillveisla og fullt af Sinalco og Góu nammi. Vertu með í Sumarfjör FM í sumar og taktu þátt í gleðinni. Góu og Sinalco í allt sumar. Sendu SMS í 1902 smálán.is. Ekkert stórmál. 12 mismunandi bragðtegundir á Jójó ís Nývílavegi og Snorrabraut. Jójó, ferskur jógurtís. Þrefaldur pottur stefnir í 400 milljónir pluss 1100 í ofurpottinum. Samtals 1,5 milljarður. Víkingalotto alltaf á miðvikudögum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Fyrir afmælisbarn hér í bæ. We Run the Night, Havana Brown og nei, það er ekki Hjöppi sem afmæli í dag. Það eru vist einhverju fleiri sem að fíla þetta. Það er Brynja sem afmæli. Brynja, óskum henni hjartalega til hamingju. Það styttist hér í dagskrárliðin lagið á leiðinni heim og ég er búinn að velja eitt rándýrsta gott. Já. Ekki missa því. En Bjössi, þú varst að tala um að það er, hvað, dagur örvhentra? Já, það er dagur örvhentra. Allt enn og til, maður. Nákvæmlega, alþjóðlegur dagur örvhentra. Já. Og hérna... Það er náttúrulega bara föllun sem að hópur fólks þarf að glíma við að vera örvhentur. Þetta lýsir sér ekki sem föllun, eða? Jú, er það ekki? Nei, já. Það er örvhentur, er það föllun? Er það ekki? Ég veit ekki, ég get ekki ímynda mér. Þú ert gáðaði maðurinn í þessu. Ég get ekki ímynda mér hvernig það er hægt að fungera meðlum hætti í samfélaginu ef maður er örvhentur. Sveppir örvhentur, það er einu sem ég þekki. Já, þú sér hvernig hann er. Já, reyndar. Þú veist, hvar til dæmis hefur músina? Nú er ég bara með tölvuna frá mig. Já. Þú veist, er hún hægra megin eða þarf það að færa hana vinstra megin eða þarf það að venja þig á og nota með hægri, skilurðu? Er hún ekki bara hérna vinstra megin? Nei, ég veit ekki. Ég er núna að nota músina með vinstri. Þú veist, ég held að allir örvhentur ætti að sjá sóma sinni í bara að læra að nota hægri hendina og kunna bara skamma sín. Við erum ekki þessu rugli. Helgi Ómas hérna líka, vinnur okkar sem var hérna í viðtali. Fashion Icon á 5. En hann er líka örvhentur og er að fagna þessum degi og komið 40 likes með það á Facebook. Já, þetta eru pity likes. Já, en hann var líka að fagna helgina. Nóg að gera í honum. Já. Hann var bara gay pride og svo fær hann örvhendadaginn og hvað er þetta á morgun? Eitthvað fashion dag? Það hlýtur afmæli bara, það getur ekki hann að verið. Nei, ég er náttúrulega sjálfsögð að djóka með þetta örvhendara grín mitt, en... Þetta fann ég að belti hjá sumum örgla. Já, ég er nefnilega að hugsa þér, það voru einhverju bara, hvað heldur þetta fíblaði sér, það var allt í lagi að vera örvhentur. Já, það er allt í lagi líka. Já, það er sjálfsögðu. En ég var að fletta upp nokkrum frægum örvhendum, Það er ekki bara Sveppi og Helgi Ómars, Nei. Þú veist, til dæmis er, bæði Barack Obama og Bill Clinton, báður örvhentir. Tveir bestu forsetarnir. Já, og Bush eldri.
Ekki eins góður. Hann er haugur. Sann skáður að búið sig yngri. Já, satt. Herru, svo Íslandsvinnurinn Tom Cruise, hann örfendur. Nú. Já. Robert De Niro og Keanu Reeves, Oprah og Maradona. Herðu, það þetta. Nú ertu komið rámtýran hóp, sko. Já. Matt Groening sem býr til Simpson-þættina. David Letterman og Jay Leno eru báður örfendir. Hvað að gerast þarna? Nú langar mig bara að vera örfendur. Eminem örfendur og frændiðinn Kurt Cobain, hann örfendur. Grjótart. Jimi Hendrix, left-handed motherfucking genius. Já. David Bowie og Paul McCartney og Mozart eru allir örfendir. Það eiginlega bara allir svona bestu örfendir. Já, Angelina Jolie og Jerry Seinfeld og Bruce Willis líka. Þú að rífa hans meira kjaftur og að tala um örfendir en náðan. Ég langar bara að vera örfendur núna. Ég var að djóka. Og það náttúrulega fullt meira, ég bara svona týndi nokkra saman, sko. Svona helstu. Já. Við alltaf þið sem eru örfendar núti, við óskum ykkur hjartanlega til hamingju með daginn. Já, ég finn enga þetta allt svona einhverja hetjur, sko. Já. Ég ætla að prófa að googla þetta hvort það sé eitthvað vont fólk, sko. Það er svona eins og Hitler eitthvað? Já, hann hlýtur að vera örfendur. Já. Er það ekki? Já, hann er alltaf svona tæpur í skapinu, það kemur ekkert óvart. Já. Það er svolítið pirrast á því að músin er alltaf hægra með henn. Já, nákvæmlega. Það var mikið á netinu. Örfend fólk er verð innrætt heldur en réttend. Það kemur ekki óvart. Það hefur verið sannað. Já, það kemur ekki óvart. En við óskum örfendum til hamingju með daginn. Já, og eigum við þá sem er réttend alla hinna dagana. Að við eigum að heilsa með vinstri í dag. Já, ég til, já. Allt ef ég þarf að gefa eitthvað 5 í kvöld á mánudegi, þá ætla ég að gefa með vinstri. Já, en þú þarft ekki að gefa öðrum en sjálfum þér 5 á kvöldin. Nú? Þú hlustar á Don't Cry líka. Það er hættur. Nú bara, ég hætti að segja það frá hlutum. Það getur ekki, þetta eru geðveik lög. Tala um góð lög, Leona Lewis, Bleeding Love. Kynnir Instagram-leik Egils Appelsín. Átt þú góða mynd af ekta íslenskri upplifun? Skelltu myndinni þinni á Instagram og hashtagga hana með Egils Appelsín. Á hverjum degi er mynd dagsins valinn og ef þú átt hana, farðu kassa af Egils Appelsíni. Besta mynd sumarsins verður valinn 17. ágúst og fær myndasmiður nýjan iPad frá epli.is að verðmæti 89.900 krónur. Nánar upplýsingar á nýrri og frískandi heimasíðu appelsín.is. Vertu með, fangaðu ekta íslenska upplifun með FM 95 blöð á FM 95. Við Bjössi fyrir að kveðja og vestklæddi Íslendingurinn Ríkarður Guðnason. Hann heitir samt Ríkharð. Já, Ríkharð. Haldið því? Heitir hann Ríkharð? Já, hann heitir ekki Ríkarður, hann heitir Ríkharð Óskar Guðnason. Nú, ok. Ég vissi það ekki eins og hann átti aldrei að fá breyk. Nei, Ríkharð, hvað, nefndu ekki þetta Það var að kosta eitthvað aukalega, sko. Hvað er hann? Ég sé hann hvernig geta samt. Hann er ofta skofin inn í stúdíu á þessum tíma. Já. Hann var valið mest klædd Íslendingurinn þegar þið voru með þáttinn. Hann var líka brjálaður yfir því, sko. Nó. Ég veit ekki, þú veist, en við bara... Svo bara kíkti hann í speil, sko. Hann er alltaf klæddur eins og viðvenningur innan, sko. Já, hann er mjög illa klæddur. Já, og þú veist, og þá er ég ekkert að tala um, þú veist, verður bara gallabuxum á ból. Já, þú veist, við erum ekkert að segja að menn með ekki vera klæddir venjulega. Hann er ekki klæddur venjulega. Hann er bara í einhvernum támjóum spariskóm við einhverjum útiðar gallabuxur og svo í Manchester United treyju eða eitthvað. Það er ekkert að United treyjunni, en... Æ, þú veist, ég er að tala um samsetninguna, sko. Já, ég veit það. Svo er hann líka rosalega oft í einhverjum svona ból sem þú færð gefins eitthvað starf. Já, svona einhverju fyrirtækjaból, mennur. Já, kemur ekkert óvart, það myndi bara koma hérna eftir í ból einhver svona landsbankahlaupið 2001. Já. Ísunagamót IR 97. Já. Hann er alltaf, já, svona sporthúsbólum og svona. Já, nákvæmlega. Hatar líka ekki að koma hérna í golfgallanum, bara nýkomin úr golfi, svo allir sjáu örugglega að hann væri í golfi. Já, og jafnvel var hann ekki eins og komin úr, var hann ekki að koma á golfi. Nei, hann var náttúrulega bara grátandi í bílnum sínum út á bílastæði, sko. Já, bara, þú veist, ekki trengt. Best að fara bara í golffötin. Já. Af því að það er lægið að sé smá svitalikt af þeim. Já. En er hann sveittur líka? Hvernig er hann? Nei, ég ætla ekki að fara að ljúga upp á hann. Nei, ég er að djóka. Hann er ekki illalikt, þetta er ekki. Hann er mjög hreinlegur og fallegur drengur. Já, hann er líka fallega kærustu og hann mikið sem í sambandi. Hann er líka topp náungi. Já, Rikki ræði. Hann er með gullhjarta og hann er skemmtilegur og hress. Ég meina það, þó kunnir ekki að klæða það, þá því það ekki að setja slæmur strákur. Einmitt, það er bara það sem ég er að segja, hann kann ekki að klæða sig. Okkur er hann ekki hérna? Hann bótt að hlusta, kemur inn og er jæja. Góð, heita mann. Já. Mínibarinn, já, það er þetta Pétur, sko. Pétur gerir eiginlega mest grín að Rikki að gefa af okkur öllum. Já, Pétur Jón. Já, eins og Pétur, sko, Pétur er bara eitt hjarta. Já. Tala aldrei illa neitt. En hann er alltaf, veist, hann byrjaði að kalla Rikki að gefa mínibarinn af því hún fannst að líta út eins og mínibar í laginu. Já. Og var eitthvað að gera grín að hárun á honum daginn.
Það enda, hefurðu séð myndir, hefurðu farið inn á Facebook hans Rikka G? Já, þessi gamla myndir á honum. Já, hann hefur tekið FM hnakkan to the fullest. Já, það bara svona, önnur mynd svona klætt í myrkri, það allt í apaskýt þarna. Já, nei, bara ekki fötin, það er einhverjar hægt. Hárið á hann líka og... Hann svona, hann hnakkinn to the limit. En topp náungi. Topp náungi og það hár rétt. Það eins og komið hér að dagskrálið sem nú síðasti liðurinn í okkar þætti. Og hann heitir Lagið á leiðinni heim. Já, þú fórst mjög leynt með hvaða lag ætti að vera. Fór ég? Já, ég að segja, ég veit ekki einu svona hvað þú ætlar að spila. Nei, ég ætla að hafa Fix You. Já, akkurat. Svo langaði mér svo að heyra það á hann, af því ég var eitthvað svona Fix You stuði. Og ástæðan fyrir að við erum að kveðja núna, þetta lag alveg 5 mínútur. Já, ok. Og hrikalega gott lag. Þetta ég held að ég hafi einu svona áður spilað sem Lagið á leiðinni heim. Ég laumaði nú stundum inn þegar ég með þáttinn. Þessi maður kom fram í slúðrunni í dag. Býtur nú við, það var ekki 50 Cent. Nei, hinn. Ég er búin að gleyma því. Við kunum 50 Cent rífast. Hérna Kanye West. Já. Ríkala flott lag. Já, þetta líst mjög lág. Takk kærlega fyrir hlustunum í dag, kæru hlustendur. Við Sveppi verðum mættir hérna morgun klukkan 4. Takk vel á móti Rikka G sem hérna leiðinni. Ég sé hann og hvergi, þetta sé frí eða? Ég veit ekki. Kannski fríkor. Kannski fríkor. Endum þáttin allavega á flottu lagi sem heitir Runaway með Kanye West. Það til næst. Heyrjumst á morgun. Bless. I don't give a fuck. Pláss fyrir 1500 á menninganótt í Reykjavík og komum okkur fyrir á Skuggabæ FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Á Dominos.is getur þú fylgst með pítsunni þinni og séð nákvæmlega hvar hún stödd í rauntíma. Þetta köllum við pizzavaktina. Pantað á Dominos.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957.